Og komið þið sæl, verið velkomin hingað í opna háskólinni í Háskólanum í Reykjavík. Ég heiti Björn Berg, ég er fræðslustjóri VFÍB og við í VFÍB erum í samstarfi við opna háskólann hér ókeypis fræðslu í fjárfestingum, eitthvað sem við erum mjög ánægð með og vonum að við getum haldið áfram. Opni háskólinn býður upp á mjög breitt og flott úrval af námskeiðum, mörg sem að tengjast fjárfestingum og fjármálum, en það sem að við viljum gera með þessum námskeiðum okkar er að gefa ykkur grunninn sem nauðsynlegur er. Þetta eru í heildina 6 námskeið. 3 sem voru núna tvö sem voru fyrir áramót og 4 núna eftir áramót. Næsta námskeið verður núna í apríl og þá tökum við fyrir atferlisfjármál, það hvernig fólk og einstaklingar og hópar hegða sér á markaði, sem er mjög áhugavert. Markmiðið með þessum námskeiðum er að þið hafið þann grunn sem að nauðsynlegur er bæði til að læra meira um markaðinn en líka til þess að hafa skilning á ykkar fjárfestingum. Og þið eru nú öll fjárfestar, hvað var það að þið eru öll eigið öll peninga í lífeyrissjóði og langflestir í séreignarsparnaði og svo eru þið að nurla saman peningum líka til viðbótar og þá skiptir mjög miklu máli að skilja hvernig þessi markaður virkar allur. En í dag er komið að hlutabréfaviðskiptunum og við ætlum að vegna gjaldeyrishafta að halda okkur hér heima á Íslandi og til þess að tala við okkur íslenska hlutabréfamarkaðinn höfum við fengið Ármann Einarsson. Ármann er sjóðstjóri hlutabréfasjóða hjá Íslandssjóðum, hefur í 8 ár eða ekki verið að stýra hlutabréfasjóðum, en hann hefur mikla reynslu af því. Við hafa fyrirkomulagið þannig að hann ætlar að renna í gegnum sitt erindi og svo höfum við held ég alveg rúman nægan tíma í lokin fyrir spurningar. Ég ætla að gefa Ármanni orðið. Góðan daginn og komið þið sæl. Næsta klukkutíman eða svo ætla ég að fjalla innlendan hlutabréfamarkað og svo færa spurningum á eftir. Íslenskur hlutabréfamarkaður er ungur að árum, hann var að byggjast upp í svona kringum 1985, svona það leyti sem að hljómsveitirnar Duran og VAM voru vinsælar, ef ykkur tengi við það. En þannig að hann er nú ekki mjög gamall í samanburði við þá markaði sem er í kringum okkur, þá hlutabréfamarkaði. En engu að síður gríðarlega spennandi og áhugaverður fjárfestingarkostur. Í dag ætla ég að fara aðeins yfir sögulega ávöxtun og sveiflur á innlendum hlutabréfamarkaði og fara aðeins yfir þau félög sem eru skráð í kauphöllina og svo í lokin mun ég skoða þá drifkrafta sem hafa haft áhrif á markaðinn að undanförnu. Hlutabréf er sem sagt ávísun á tiltekið hlut í fyrirtæki og með því að kaupa hlutabréf þá eignast fjárfestirinn rétt á afkomu þess í framtíðinni. Og það er að segja árlegum hagnaði sem að greiddur til hluthafa þegar þannig árað og svo endurgreiðslu þegar hlutabréfið er selt aftur, vonandi á hærra verði en þegar hlutabréfið var keypt, en í báðum tilvikum eru þessar tekjur háðar óvissu. Sem hluthafi þá áttu rétt á því að sækja hluthafafundi og kjósa málefni félagsins. Það er að segja kosning til stjórnar og ráðstöfun á hagnaði. Þannig að við ætlum að skoða líka áhrif á þetta á verð hlutabréfa. Verð hlutabréfa ræðst af jafnvægi framboðs og eftirspurnar hverju sinni, líkt á öðrum mörkuðum. Og framboð og eftirspurn stýrir síðan annars vegar af þróun innri þátta sem snúa að fyrirtækinu sjálfu og hins vegar ytri þátta sem að snúa að umhverfi þeirra. Þessir innri þættir eru horfur í rekstri fyrirtækisins og líka áhætta í rekstri þess. En ytri þættirnir sem að snúa meira að þessu efnahagsumhverfi sem að fyrirtækin starfa í og hafa áhrif á afkomu þeirra. Þessi þættir eru til dæmis hagvöxtur, þróun á verðbólgu, breytingar á gengi gjaldmiðla, stjórnvaldsaðgerðir, ástand náttúruauðlinda, til dæmis fiskimið og olíulindir og svo ýmsir óvæntir atburðir af náttúrunnar eða mannavöldum. Þá aðeins að innlenda hlutabréfamarkaðnum. Við sjáum að hér sjáum við ávöxtun heildarvísitölu kaupmáttar Íslands sem nær frá árinu 1993 og svona heilt yfir að þá eru þarna löng tímabil þar sem að ávöxtunin er jákvæð, til dæmis frá árinu 1994 til 1999 og árunum 2002 til 2007 og svo frá árinu 2010 og til dagsins í dag.
En svo eiga sér stað verðleiðréttingar á markaði inn á milli og árið 2008 sker sig bersýnilega úr hvað það varðar, en þarna lækkaði vísitalan 90% í kjölfarið á hruni viðskiptabankanna þriggja. En svona eftir það og síðastliðin 4 ár hafi verið nokkuð gjöful á innlendum hlutabréfamarkaði. Hér sjáum við síðan þróun á heildarvísitölunni á þessum tíma, á þessu sama tímabili ég fór yfir áðan, það er frá 93 og þangað til árið 2014, en bara á öðru formi. Og við sjáum hérna þetta mikla hækkunarskeið hérna frá árinu 2002 til 2007 og svo þetta gríðarlega lækkunarskeið sem var frá 2007 til 2009. En eftir það þá höfum við verið svona í nokkuð stöðugu hækkunarferli eftir það. Skráðum félögum fjölgaði nokkuð hratt á upphafsárum markaðarins og náði þarna hámarki 99 og 2000 þegar 75 félög voru skráð. En svo tókum að fækka svona hratt aftur í aðdraganda hrunsins og í rauninni var Kauphöllin orðin nokkuð einsleit einsleit þá. Það er að segja mikið af fjármálafyrirtækjum og fjárfestingafélögum. En þetta er nú aðeins breytt í dag og síðan 2010 og þá voru 11 félög skráð en þeim hefur fjölgað 1-2 ári síðastliðin ár og núna eru 17 félög skráð í Kauphöllina og þau verða 20 í lok ársins. Hér höfum við síðan útboð og skráningar sem hafa farið fram síðastliðin 2 ár og sala á nýju hlutafé fer þannig fram, hún fer fram með hlutafjárútboði og oftast með svokölluðu áskriftarfyrirkomulagi. Og sjáum hérna árinu 2013 og þá voru 3 félög skráð á markað, VÍS, TM og N1. Síðan árinu 2014 og þá voru Sjóvá og HB Grandi skráð einnig á markað. Þannig að fjölbreytnin hefur verið að aukast töluvert að undanförnu sem er bara mjög jákvæð þróun. Til að skoða aðeins markaðsvirði félaga og vísitölur. Við erum sem sagt með 3 félög sem eru með markaðsvirði sem er hærra en 100 milljarðar króna og það eru Össur, Marel og Icelandair. Og Össur er þarna langstærst með markaðsvirði upp á 193 milljarða og svo er þarna Marel með 112 og Icelandair 110. Við erum með síðan 3 félög sem eru á bilinu 50-70 milljarðar og það er þarna Grandi, Hagar og Eimskip. Og síðan koma þarna 11 félög sem eru undir 25 milljarðum og tryggingafélög þarna í einum hnapp á bilinu 20-25 milljarðar og svo koma þarna Reginn sem er í kringum 20 og N1 líka og svo Vodafone og Hampi er hérna 14 og 13 og önnur hérna minni. En heildarmarkaðsvirði þessara félaga er sem sagt 730 milljarðar króna sem er í kringum svona 40% af landsframleiðslu, svona til að setja það eitthvað samhengi og hefur farið vaxandi undanfarin ár. Hér sjáum við vigt félaga í heildarvísitölunni og þá er það sem sagt hlutfall hvers félags í samræmi við markaðsvirði þeirra á móti markaðsvirði allra félagana samanlagt. Og þarna er Össur með 27% vigt, Marel og Icelandair 15%, Grandi 9%, Hagar 7% og Eimskip sömuleiðis. Og svo er þarna tryggingafélögin, VÍS, TM og Sjóvá með 3% vigt og Reginn þarna 3%. Og önnur minna. Félögin í Kauphöllinni. Fyrirtækin eru í misáhættusömum rekstri í rauninni og ytri þættir sem ég var að tala um áðan að þeir hafa mismikil áhrif á félagin og gengi þeirra á markaði hverju sinni. Byrjum á Össuri. En það er mjög öflugt tæknifyrirtæki sem framleiðir stóðtæki, spelkur, stuðningsvörur og þrýstuumbúðir. Mikilvægustu sölusvæði þeirra er Ameríka og Evrópa en einnig Mið-Austurlönd og Afríka og allar tekjur þess eru í erlendri mynt. Áhættuþættir í Össuri eru til dæmis
ef aðstæður eru þannig að aðhald er í ríkisrekstri hjá þeim löndum sem þeir eru að selja til, að þá getur það breytt hegðun þeirra kaupenda, eins og gerðist reyndar hjá þeim í kjölfar af fjármálakrísunni 2008. En þetta verður nú seint talinn áhættusamur rekstur því að því miður verða slysinn en þeir koma þá til móts við sína viðskiptavini með því að hjálpa og létta þeim lífið. Icelandair Group er ferðaþjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í flugrekstri milli Íslands og annarra landa og svo tengiflugi yfir Atlantshafið. Það eru 9 dótturfélög í samstæðinu og það stærsta er Icelandair sem að flestir þekkja, en félagið á líka dótturfélög sem eru ágætlega þekkt og það er eins og Icelandair Cargo, Flugfélag Íslands, Icelandair Hotels til dæmis líka. Þannig að það hefur marga snertifleti við ferðamenn sem að hingað koma til lands. Félagið flutti 2,6 milljón farþega á árinu 2014 og það voru að koma flutningatölur núna fyrir febrúar, núna á föstudaginn, og það var 24% fjölgun á farþegum milli ára, sem er mjög góður vöxtur. Vöxturinn í janúar var líka mjög góður, yfir 20%. Þannig að það er mjög góður vöxtur þarna á ferðinni. Það eru margir ytri þættir sem að geta haft áhrif á ákomu Icelandair og kannski þess vegna er það eitt af áhugaverðustu félögunum í Kauphöllinni. Og þar má nefna til dæmis hagvöxt hér á landi og erlendis, ferðamannastraum til landsins og í gegnum landið, og svo auðvitað þróun á olíuverði og náttúruhamfarir sem að geta auðvitað sett strik í reikninginn. Þannig að reksturinn hjá Icelandair getur auðvitað verið nokkuð sveiflukenndur. Marel er mjög flott iðnfyrirtæki sem að sérhæfir sig í þróun og framleiðslu á tækjabúnaði og hugbúnaði til matvælaframleiðslu, og þeir framleiða búnað til aliffuglaframleiðslu, fiskframleiðslu, kjötframleiðslu og svo áfram framleiðslu matvara. Það er með framleiðslueiningar á 18 stöðum í heiminum og svo söluskrifstofur og umboðsmenn víða um heim. Markaðsdeild þeirra á heimsmarkaði er í kringum 16–18% og vöxturinn á markaði sem þeir eru að starfa er í kringum 4–6%. Tekjur Marel eru í erlendri mynt eingöngu eða nánast og þeir eru náttúrulega nokkur háðir hagvexti og próteinneyslu hverju sinni, en til lengri tíma þá ætti próteinneysla að aukast bara eftir því sem líður árin. HB Grandi, það er eitt stærsta sjávarútvegsfélagið hér á landi og stundar veiðar og vinnslu á botn- og uppsjávarfiski. Afurðir þeirra eru seldar allan heim og helstu markaðir eru Evrópa, Asía, Norður-Ameríka og Afríka. Reksturinn hjá Granda hefur verið og er nokkuð sveiflukenndur og háður helstu náttúruauðlind Íslands sem er okkar fiskimið, en einnig hafa aðgerðir stjórnvalda áhrif á rekstur þess, og þar má nefna til dæmis auðlindagjöld og veiðigjöld og svo úthlutun kvóta líka. Þessa dagana eru uppsjávarskip þeirra að keppast við að veiða loðnu en sá gluggi lokast núna í lok mars. En loðnukvótinn var náttúrulega aukinn, eins og kannski flestir vita, verulega daginn. Þannig að það verður mjög spennandi að sjá hvort þeir ná að veiða upp í kvótann á þessu tímabili. En það eru margir að fylgjast með fréttum af löndunum og slíku þessa dagana. Hagar er stærsta smásölufyrirtæki landsins og rekur 56 verslanir á landsvísu með áherslu á mat og sérvöru, meðal annars Bónus og Hagkaup sem að allir þekkja. Það á 14 dótturfyrirtæki en 94% af tekjum þeirra koma frá matvöruverslun og tengdum vöruhúsum. Styrkleiki þeirra felst aðallega náttúrulega í stærð þess, en á móti kemur að vaxtarmöguleikar þeirra eru þar af leiðandi takmarkaðir auðvitað á móti.
Þannig að félagið greiðir ríflegan arð að jafnaði, en þetta er nú nokkuð stöðugur rekstur og lítið sveiflur í honum í sjálfu sér. Eimskip, það leggur áherslu á skipaflutninga en félagið býður upp á alhliða flutningsþjónustu heim allan og það rekur flutningakerfi á Norður Atlantshafi með áherslu á Ísland, Færeyjar, Noreg og svo tengingu við Evrópu. En það rekur síðan líka flutningsmiðlun með áherslu á frystar afurðir sem er staðsett víðsvegar heiminn. Eimskip auðvitað nokkuð háð þróun á innflutningi og útflutningi en líka náttúruöflum upp á flutninga milli landa að gera. Við erum auðvitað staðsett í Norður Atlantshafi þannig að það getur ýmislegt gengið á eins og við höfum orðið var við síðustu daga, eða mánuði reyndar. Tryggingafélögin TM Vís og Sjóvá, þau sem taka við iðgjöldum og tryggja viðskiptavini sína fyrir skakkafullum á móti. Afkoma tryggingafélaganna byggir bæði á afkomu af tryggingum og fer þá til tjónalhlutfalli hverju sinni en síðan líka fjárfestingum. Og afkoma fjárfestinga byggir á því hversu vel tekst að ávaxta þessi greiddu iðgjöld í rauninni. Náttúruhamfarir, slys og brunar geta haft áhrif á afkomu tryggingafélaganna og síðan afkomu fjárfestinganna fer eftir þróun á skuldabréfa og hlutabréfamarkaði sem getur auðvitað verið sveiflukenndar. Reginn, það er eitt stærsta fasteignafélag landsins og er með 225.000 fermetra eignasafn stærð. Stærsti eignir þess eru Smáralind og Egilshöll. Fasteignafélög eru með nokkuð svona fyrirsjáanlega tekjur og afkomu líka í rauninni því að leigusamningarnir eru verðtryggðir og gerir til langs tíma. En það þarf líka að skoða nýtingarhlutfalli á fasteignum, það er að segja hversu hátt hlutfall af fasteignum er verið að leigja út á hverjum tíma og einnig getur þróun og verðbólgu haft áhrif á afkomu félagsins. N1 er eitt stærsta verslunar- og þjónustufyrirtæki landsins og meginstarfsemi er náttúrulega að selja eldsneyti og tengdar vörur. En þeir eru með 112 sölustaði víðsvegar um landið og það sem getur haft áhrif á rekstur hjá N1 er til dæmis ferðamannastraumur til landsins. Það náttúrulega selja þær fleiri pulsur og samlokur og svo þetta bensín á þessar bílaleigubíla sem eru í gangi hérna á sumrin. En N1 selur líka flugvélaeldsneyti til dæmis til Icelandair og svo getur loðnuvertíðin líka haft töluverð áhrif á reksturinn því að þeir eru að selja olíu til skipaflotans sem dæmi. En það eru ekki mjög miklar sveiflur í reksturinn hjá N1 en auðvitað geta verið einhverjar þó. Vodafone eða Fjarskipti HF er eitt af stærstu fjarskiptafélögum landsins og með starfsemi hér á landi en líka í Færeyjum. Farsímaþjónusta er mikilvægasta tekjulindin en einnig gagnaflutningar, sjónvarpsþjónusta og rekstur á fastlínukerfi. Það er með samstarfssamning við Vodafone Group í Bretlandi en þetta er nokkuð svona stöðugur rekstur hjá þeim. Þróunin hefur verið þannig að tekjur af fastlínukerfi hafa verið að minnka á meðan að gagnaflutningar og sjónvarpsþjónusta tekjur þar eru svolítið að sækja á. En þá ætlum við að skoða hvernig er svo hægt að eiga viðskipti með þessi hlutabréf á markaði. Það er hægt að kaupa stök hlutabréf á markaði gegnum annaðhvort miðlun, eignastýringu eða netbanka og síðan er líka hægt að fjárfesta í sjóðum og þá annars vegar virkusjóðum og hins vegar vísitölusjóðum. Virkir sjóðir, þeir velja sín hlutabréf og eru nokkuð virkir í að kaupa og selja og markmið þeirra er að gera betur heldur en markaðurinn eða viðmiðunarvísitala sjóðsins. Þannig að slíkir sjóðir vigta sig oft meira í ákveðnum hlutabréfum sem talinu skila betri ávöxtun en önnur félög
og að sama skapi undirvikt á þau félög sem eru ekki talin jafn góður kostur. Vísitölusjóðir hins vegar endurspegla markaðinn og eiga því að skila sömu ávöxtun og markaðurinn er að skila, en á móti kemur að umsjónarlaun eru þá lægri hjá slíkum sjóðum heldur en hjá virkum sjóðum. Og það eru svona tvær það er notað svona aðalega við tvær aðferðir við að meta hvaða hlutabréf eiga að kaupa á hvaða tíma. Svo fyrri nú heldur meira notað heldur en svo síðari, en þetta er grunngreining og tæknigreining, og með grunngreiningu að þá eru ársreikningarnir, viðskiptalíkan og almennir efnahagsvísar skoðaðir ásamt vaxtamöguleikum til þess að meta hvort að innra virði fyrirtækisins sé ofmetið eða vanmetið út frá markaðsvirði þess. En tæknigreining hún getur nýst vel við að ákveða tímasetningu á kaupum og sölu, og síðan getur hún líka verið gagnleg við að meta framboð og eftirspurn á ákveðnum tíma. En tæknigreining er notuð til þess að spá fyrir verðhreyfingar í framtíð með því að skoða verðhreyfingar í fortíð. Hér sjáum við síðan svona típiskan vinnuskjá til að fylgjast með markaðnum. Ég veit ekki hversu vel ég sjá þetta, en ég ætla svo sem að fara aðeins betur yfir þetta. Þarna efst í horninu til vinstri er svona yfirlit yfir þau viðskipti sem búin er að eiga sér stað á markaði, svokallað trade ticker, og svo efst til hægri er yfirlit yfir verðbreytingar dagsins á félögunum. Og svo þarna fyrir neðan að þar er sem sagt pantarabók fyrir hvert og eitt félag. Og hlutabréfamarkaður er í raun bara stór tilboðsmarkaður þar sem að fjárfestar setja inn sín kaup og sölu tilboð. Og ef við skoðum aðeins svona nánar tilboðsbók fyrir Icelandair, að þá sjáum við þarna að efst er sem sagt hagstæðasta kauptilboð eða bid, nefnt oft bid, og síðan hagstæðasta sölutilboð eða ask. Og svo þarna fyrir neðan raðast á önnur kaup og sölutilboð. Og segjum að við vildi kaupa hluti í Icelandair, að þá geti ég keypta á markaðnum á genginu 21,95, og það verður þá markaðsverð sem ég myndi fá á þeim tíma. En ef ég myndi vilja selja hluti mína í Icelandair, þá geti ég gert það á genginu 21,8 sem er þarna kauptilboðið. Og síðan mismunur þarna á milli er kallað verðbil. En ég gæti líka náttúrulega sett inn bara kauptilboð sem ég væri tilbúin að kaupa á, sem væri kannski neðar heldur en 21,8, til dæmis 21,6, og þá beðið eftir því að aðstæður á markaði verið þannig að því tilboði verið tekið ef það myndi koma einhver lækkun í bréfið. En við ætlum að skoða eins núna hvað hefur verið í gangi á hlutabréfamarkaði að undanförnu. Árið 2014 þá voru Össur, Grandi, Vodafone og Icelandair að gera betur heldur en heildarvísitalan. Össur með tæplega 60% ávöxtun eða hækkun á árinu og Grandi 53%. Heildarvísitalan, þar sem að arðgreiðslur eru reiknaðar inn í, skilaði 12,4% ávöxtun, en án arðsins var þetta 10,6% hækkun. Og ef við svona förum aðeins yfir þróunina á markaði, og hér sjáum við sér þróun á heildarvísitölunni frá janúar og þangað til í mars 2014 síðastliðinn, að þá var vísitalan þarna að lækka um 4% á fyrri helmingi ársins vegna uppgjöra sem að mörg voru undir væntingum, þar að segja greiningaraðila, en einnig líka það var talsvert framboð af stærri eignarhlutum í félögum á sama tíma. Og það voru lífeyrissjóðir og sjóðir líklega að svona selja sín bréf, þannig að það myndaðist þarna töluvert framboð af bréfum og töluvert í þessum stærri eignapökkum. Síðan uppgjör fyrir fyrsti ársreikning sem birt voru í maí á síðasta ári, þau voru nú flest undir væntingum eða í línu væntingar,
og þarna voru aðeins 2 félög á 12 með uppgjör yfir væntingum og við sjáum hérna að markaðurinn fer hérna niður í maí. En síðan á seinni helmingi ársins að þá snerist þróunin við í kjölfarið á batnandi rekstrar afkomu og uppgjörum sem að hérna voru fyrir annan ársfjórðung og birt þarna í ágúst. Og þessi uppgjör voru svona heilt yfir betri en væntingar stóðu til Þarna voru 7 félög af 12 með betri uppgjör heldur en væntingar voru. Þannig að við tókum góða skoppu á þetta uppbúið. Síðan það sem gerir svona frá október og til desember að þá var lækkaði Seðlabanki Íslands stýrivextina sína þarna í nóvember og svo aftur í desember og það hafði jákvæð áhrif á hlutabréfamarkað og reyndar skuldabréfamarkað líka og auk þess sem að lækkandi verð á olíu þrýsti heildarvísitölu upp um 15,1% á seinni helmingi ársins. Og uppgjörin sem voru birt þarna miðjan október og fram í nóvember, þau voru vel flest yfir væntingum, eða 8 af 12 og þarna kom Marel meðan annars með alveg dundur uppgjör sem var hressilega yfir væntingum og það kveikti vel í markaðnum eftir það í rauninni. Mér langar aðeins að taka fyrir Icelandair og skoða svona hvað hefur verið að gerast þar að undanförnu. Eins og ég kom inn á hann þá er Icelandair að mínum mati eitt af skemmtilegustu félögunum í kaupdeildinni og meðal annars vegna þess að það eru margir ytri þættir sem hafa áhrif á rekstur þess og þar af leiðandi gengi félagsins á markaði. Icelandair lækkaði um 6% á fyrri helmingi ársins og höfðu þar sem sagt verkfallsaðgerðir hjá flugmönnum, flugfreyjum og flugvirkjum áhrif á gengið. Síðan eldsumbrot í og við Bárðarbungu hafði líka áhrif á gengið. Það lækkaði þarna skarpt í ágúst þegar gosið hófst. En síðan er ég búinn að teikna hérna inn á þróun á flugvélaeldsneyti sem er bláa línan. Og við sjáum að það var þarna í kringum $1.000 á tonnið mitt árið. En svo lækkaði mikið og fór í átt að $500 markinu þarna sem við sjáum í janúar síðastliðnum. Þannig að þetta var náttúrulega gríðarleg lækkun. Olían síðan í janúar hefur svona fikrað sig upp á við en á þessari mynd er svolítið gaman að sjá að það er frekar neikvæð fylgni á milli gengi Icelandair annars vegar og svo flugvélaeldsneytis sem er alveg eðlilegt því að eldsneytiskostnaður er stærsti kostnaðarliður félagsins. En þetta er svona nánast bara spegilmynd af gengi og olíuverði. Væntingar greiningaraðilega fyrir uppgjörið fyrir uppgjör 4. ársfjórðungs hjá Icelandair sem að birt var í byrjun febrúar. Þær voru orðnar ansi miklar í kjölfarið á þessari verðlækkun á olíu eins og sjáum á hann. En uppgjörið reyndist síðan töluvert undir þeim væntingum vegna þess að þróunin á evra-dollar krossinum hafði neikvæð áhrif á móti þessum jákvæðu áhrifum af olíuverðslækkuninni. Og greiningaraðilin voru að vanmeta þessa þróun en hins vegar var uppgjörið í evrumörkum hjá evrumörkum stjórnenda Icelandair sem að þeir gáfu út fyrr í haust. Þannig að þetta var ekki allslæmt uppgjör en væntingarnar voru orðnar mjög miklar og við sjáum að gengi Icelandair féll mikið eftir uppgjörið. Það er sem sagt fór hann úr 23 og lækkaði þarna undir 21 á tímabili en hefur svona komið tilbaka núna undanfarið eftir að svona jákvæðar fréttir fór að berast að ferðamannastraum til landsins og í gegnum landið. Þannig að það er þarna í kringum 22 krónur á hlut í dag. Svo ætlum við að skoða svona verðbreytingar frá áramótum.
og þetta sem sagt miðað við loka gengi síðastliðinn föstudag þá áhugavert að sjá að það hafa öll félög hækkað frá áramótum nema Eimskip sem hefur átt erfitt uppdráttar að undanförnu og þarna eru 5 félög sem hafa hækkað meira en heildarvísitalan og það eru þarna N1, Össur, Sjóvá, Vodafone og Grandi og þar eru 2 félög sem hafa hækkað meira en 20%, N1 hefur hækkað um 24% og Össur þarna um 20%, eða rúmlega 20%. Ef við skoðum aðeins aftur hérna heildarvísitöluna þá sjáum við að hún hefur hækkað eins og sagðan 10,4% og hún hefur hækkað 23% síðastliðið 1 ár. Uppgjörsvertin sem var núna klárast fyrir 4. ársfjórðung 2014 fyrir 2 vikum þau voru nú bara alveg bærileg. 5 félög voru með uppgjör yfir væntingum, 3 voru í takt við væntingar og síðan 3 undir væntingum. En við sjáum að hérna, á þessu tímabili í febrúar þá höfum við fikrað okkur upp á við og erum komin að ný hágildi á árinu. Stærsta fréttin samt svona tel ég að sé að arðgreiðslur verða núna 25 milljarðar króna sem er 90% meira heldur en á síðasta ári og mun meira heldur en var áætlað af markaðsaðilum. En í svona ljósi haftaumhverfis þá kemur þetta nú ekki sérstaklega á óvart að greiðslur aukist til hluthafa vegna þess að það er einfaldlega bara minni vaxtatækifæri hér á landi en spurningin er hvort að fjárfesta þá endurfjárfesti þessar arðgreiðslur í hlutabréfum sem myndi þá auka eftirspurn á markaði eða hvort að þeir nota arðgreiðslurnar í aðra fjárfestingarkosti. Það eru síðan 2 væntar nýskráningar núna í apríl og það er fasteignafélagið Eik og Reytir og síðan Skipti eða Síminn verður líka skráður á árinu en það er nú reyndar ekki komin dagsetning á það en það verður líklega í haust. Stærð þessara skráninga verður líklega á bilinu 15 til 20 milljarðar en það fer endar svolítið eftir því hversu mikill eignarhluti verður seldur í félaginu. Einhverjar spurningar? Hvað spilar gengi mikið inn í þetta? Gengi gjaldmiðla? Gengi gjaldmiðla. Það hefur umtalsvert að segja. Eins og til dæmis núna fyrir þessi uppgjör sem voru núna birt í febrúar að þá voru talsverð áhrif af einmitt svona gjaldmiðla hreyfingum sérstaklega því að evra-dollar krossin hreyfðist mjög mikið. Evran var að veikjast töluvert á móti dollar þannig að tekjur sem að þarf að umbreyta yfir í tekjur sem koma tekjur sem eru í evrum og þarf að yfirfæra yfir í dollara að það náttúrulega það getur verið töluvert gap þarna á milli sem getur alveg skekkt svolítið uppgjörinn. Og í tilviki Icelandair þá gerði það og það var öfugveginn hjá Marel, þar voru ákveðin jákvæðurinni en neikvæður Icelandair og var líka neikvæðurinni hjá Össuri. Það var eiginlega samanburð teimum þar. Þannig að það getur átt verulega áhrif. Það er þannig.